Komið bless og sæl og velkomin á kvöldstund í Lindakirkju.
Við ætlum að eiga notalega stund saman, heyra Guðs orð og syngja saman. Við píanóið situr Óskar, Páll á bassa og með þeim kvöldir þær Andrea og Gógó. En það var einmitt Gógó sem að söng fyrir okkur Vetrarsól. Við skulum hefja stundina á því að signa okkur og biðja saman. Við segjum nafn Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Drottinn, við þökkum þér fyrir að þú ert með okkur alla daga og allar stundir. Við biðjum þig að blessa þessa stund og mæta okkur hverju og einu á þann hátt sem við þurfum. Spyrjum við í Jesú nafni. Amen. Og nú fáum við að heyra lagið Bjargið alda. Í Filippíbréfinu segir: Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst það ríkir hlýja og samúð, gerir þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégómagernd, verið lítilát og meti hvert annað meir en ykkur sjálf.
Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annara. Verið með sama hugarfari sem Kristur Jesús var. Amen. Og næst það lagið Hljóður. Í dag erum við að takast á margar nýjar áskoranir. Mörg okkar vinna að heiman vegna COVID. Það getur verið krefjandi. Ef til vill eru fleiri fjölskyldun að vinna heima eða í fjarnámi og jafnvel eru lítil börn á heimilinu. Þá getur verið erfitt að fá vinnufrið eða halda einbeitingu. En svo eru sum okkar ein í heimili og vinna heima eða eru jafnvel hætt að vinna og þá geta dagarnir verið einsleitir og stutt í einmannaleikann. Filippí bréfi sem ég las úr áðan, það hefur verið nefnt bréf gleðinnar, þótt Páll sé í fangelsi þegar að skrifa það. Postulinn hvetur menn til að gleðjast og fagna að því að Kristur veitir fólki von og styrk í öllum aðstæðum lífsins. Nú reynir á okkur að sýna seiglu og þrautseigju og meðan við förum í gegnum þetta tímabil. Við getum látið þetta fara í taugarnar á okkur og verið pirruð og erfi í samskiptum, eða við getum reynt að gera besta úr þessu. Við höfum enga stjórn á þessu ástandi sem að ríkir nú, en við höfum stjórn á því hvernig við bregðumst við. Og við ein berum ábyrgð
á okkar líðan og okkar framkomu. Við getum skoða hverju við veitum athygli, erum við með hugan við neikvæðar fréttir og upptökin af því, eða tökum við eftir því jákvæða sem að gerist í kringum okkur. Þegar við beinum athyglinni að því sem við höfum í stað þess sem vantar upp á, þá líður okkur betur og það hefur bein áhrif á skapið okkar. Ef við erum einmana, tökum það upp síman og hringjum. Og ef við fáum ekki vinnufrið, stöndum þá upp frá tölvunni og förum bara út með krakkarna að leika, að við höfum öll gott að því að fara út og hreyfa okkur, og ég líka taldi mín. Reynum að finna eitthvað skemmtilegt að gera innan þess ramma sem við höfum í dag. Og munum að þetta er tímabundið ástand. Og við munum líka að við getum alltaf leita til Guðs með áhyggjur okkar og treystum því að Kristur veiti okkur kjark og styrk í þessum aðstæðum sem öðrum. En mér langar að lokum að lesa fyrir ykkur ljóð sem ég held mjög mikið upp á og hefur oft gefið mér styrk í gegnum árin og þess vegna langar mig að deila með ykkur. Það heitir Loforð Guðs og hljóðar svo. Ég aldrei hef lofað að brautin sé bein og blómskritir blómstígar alla leið heim. Ég get ekki lofað þér gleði án sorgar á göngunni með mér til himinsins borgar. En ég get lofað þér aðstoð og styrk og alltaf því ljós þó að brautin sé myrk og leita því hugan að lofa því hef að leiða því sjálfur hvert einasta skref. Og nú ætlar hún Gógó að flytja lagið Eins og ég er, en textan samdi sér að Davíð Þór Jónsson sérstaklega fyrir Gógó. Gjörið svo vel. Guð minn, ég beygi hnén og bið að þú sést ávallt mér við hlið. Þú skilur allt og þú þekkir mannsins mein. Ég megn ekki neitt, ég Því krýp ég þér að þú átt mig og þrá mín ein að elska þig. Ég hjúfra mig að hjarta þér. Þú huggar mig brott sorgar tárin mín. Því hvað sem hendir og hvað sem dynur á kærleik þinn ég treysta má. Því gríp ég þér að þú átt mig og þrá mín ein að elska þig. Ég hjúfra mig
Svona í ljósi aðstæðna þá fannst mér æðurleysisbænin eiga mjög vel við. Og við slum biðja saman. Guð gef mér æðurleysi til að sætta mig við það sem ég fæ ekki breytt, kjark til að breyta því sem ég get breytt og vit til að greina þar á milli. Og allra bænir okkar felum við í bæni sem Drottinn kendi og biðjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Og friður Guðs sem er æðri öllum skilningi, varðveiti hjörtu okkar og hugsanir í Jesú Kristi. Amen. En nú er komið að lokum hjá okkur og við ætlum að ljúka stundinni með fallega sálminum Megi gæfan þau geyma. Sér